ég í skýjunum en ég var að gera það langstærsta bókasafning sem hefur verið gerður á Íslandi og getur rétt ímyndað þér að hversu ánægður ég í dag. Egill mun alltaf vera bæði með innlegg í efni bókarinnar og hann hefur líka tryggt sér forsíðuna og baksíðuna, þannig að þetta verður bara mjög spennandi. Og núna bara það þannig, ég og Arnaldur erum í sérflokki með íslenska rithöfunda og ef ég flýg ekki inn í rithöfundasambandi núna og fer á heiðurslistamannalaun, þá verð ég geðveikur. Hann á erindi við þjóðina, þannig að það er bara frábært að fá tækifæri til þess að í fyrsta skipti hafa alvöru með höfund að símaskránni. Ég get alveg lofa ykkur þetta verður skemmtilegt og Egill verður alveg örugglega eini maðurinn í símaskránni með mynd af sér við skráninguna sína, þannig að þetta verður bara gaman. Ég efast ekki þetta verður í lagi. Símaskráin fyrir árið 2011 var frumsýnd hér í Smáralindinni í dag og óhætt að segja að forsíðan hafi vakið nokkra athygli en hún lítur út einhvern veginn svona. Er þetta ekki fyrsta skipti sem einhver bera framan á símaskráni? Jú, þetta í fyrsta skipti. Og það nú eigum við Íslendingar mikið að feitum krokkum, þetta eiginlega bara heimsmetið í feitum krokkum og þau þurfa fyrirmyndir. Svona lítur enginn út. Nei, það nefnilega málið og fólk kannski að reyna að sækjast í eitthvað útlit sem ómögulegt að ná. Og það það sem í raun og alvarlegt við þetta. Þú ert kannski að rembast við einhverju hluti sem ómögulegt að komast í. Hann á erindi við þjóðina. Og ég einhver 4-5% svitað eins og sérðu þarna framan á, þannig að mér langaði svona hreysti væri konseptið. Nú komið í ljós að tölvutækni var beitt til að fegra líkama Egils, síðuspikk skorið af og vöðvar stækkaðir. Hann á erindi við þjóðina. Þurfti ekkert að pína þig úr ofan? Nei, það þurfti ekki að pína mig úr ofan. En það er við sama hvað þungun lóðum að lyftir. Það getur engin lítið út eins og Egill Einarsson á þessari mynd. Ekki einu sinni, hann sjálfur. Hann á erindi við þjóðina. Það segist ekki að hafa gert sér grein fyrir því hversu heilug símaskráin hjá mörgu fólki þegar hann tók verkefnið að sér, en margir voru nokkuð ósáttir með aðkomu þess þykka. Það skráðu sig einhver 700 manns á einhvern lista þarna. En það voru einhver pappakassar svo Högni Hjaltalín sem með rass í staði fyrir andlit og þetta lið mun fá kúk frá þeim þykka og svoleiðis er það bara. Hann á erindi við þjóðina. Manna vinnustaður á Akureyri lagðist af í dag þegar þjónustuveri 118 var lokað. Stöðurnar verða fluttar suður eða lagðar niður. Það ríkti undarleg stemming í húsakynnum þennan síðasta vinnudag starfsstöðarinnar á Akureyri. 18 konur og 1 karlmaður missa vinnuna við það að þjónustuverin er lokað, auk fleira fólk sem starfar þar í tímavinnu. Þetta er hagræðingaraðgerð hjá okkur. Það sem við erum að gera er að við erum að fækka þjónustuverinum okkar úr 3 niður í 2. Konurnar sem missa vinnuna fyrir norðan sjá mikið eftir vinnustaðnum en það hafa flestar þeirra starfa hjá símaskráni í fjöldamörg ár. Þær nutu síðasta kaffibóllan saman í dag en á morgun tekur óvissan við hjá flestum þeirra. 504 eru nú þegar á atvinnuleysisskrá hjá bænum og þar sem flestar kvennanna eru komnari við miðjan aldur eru þær ekki vongóður aðra vinnu. Já, allavega hefur okkur ekki gengið vel að finna neitt þó við séum búin að senda inn hellinga umstoknum hingað og þangað. Við reynum bara að vera hressar og bíðum bara eftir hvað kemur. Það er mjög skrítið, undarleg tilfinning og þurfum ekki að fara í vinnuna morgun. Bæjarstjórinn á Akureyri gagnrýnir félag kvenna í atvinnurekstri fyrir að veita eigendum upplýsingaveitunar sérstök hvatningaverðlaun. Fyrirtæki lokaði stórum kvennavinnustað á Akureyri í fyrrasumar. Það voru 3 þjónustuver utan suðvesturhornsins á Ísafirði, Egilsstöðum og Akureyri. Ísafjarðarstöðinu var lokað haustið 2005 og vorið eftir var lokað á Egilsstöðum. Í ágúst síðastliðnum var þjónustuverin á Akureyri lokað. Þetta voru nær hreinræktaðir kvennavinnustaðir og samtals var 30 konum sagt upp. Í síðustu viku hlutu eigendur gæfu sporið 2012 viðurkenningu FKA, félags kvenna í atvinnurekstri. Bæjarstjórinn á Akureyri fagnar því að konur hljóti viðurkenningu fyrir góðan árangur í rekstri fyrirtækja en þessi tiltekna viðurkenning komi á óvart.
vegna þess að hér á síðastliðnu ári var verið að segja upp 19 konum sem að störfi hjá fyrirtækinu og fyrirtæki lagði niður starfsstöð sína hér á Akureyri. Þannig að fyrir okkur þetta mjög sérstök skilaboð til þeirra kvenna sem að voru starfandi hjá þessu fyrirtæki. Hulda Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri FKA, segir að félagið skoði fyrst og fremst árangur stjórnenda og vellauni fyrirtæki sem virki krafta kvenna til jafns við karla. Í slæmu árferði sé erfitt að útiloka þá sem þurfa að segja fólki í hagræðingaskyni. Eiríkur telur þetta ranga nálgun og ferill Já sýni að viðurkenning til stjórnendana feli í sér röng skilaboð. Vegna þess að það ekki bara stjórnendunum sem ræðir, það fyrirtæki í heild sinni og í þessu fyrirtæki sérstaklega þá fjöldi kvenna við störf. Put another log on the fire. Cook me up some bacon and some beans. And go out to the car and change the tire. Wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe and then go fetch my slippers. And boil me up another pot of tea. Then put another log on the fire.